Nú ætlum við að skoða deilanleika og þáttun. Skrifað upp eins mörg margföldunardæmi og þú getur með svörunum og við byrjum á 12. Við byrjum alltaf að gera einu sinni. Svo bara fer ég upp talnarunina. Gengur 2, já, 2 sinnum 6, gengur 3, já, 3 sinnum 4, 4, ég er komin með 4, þannig ég þarf í raun ekki að gera meir, ég gæti klárað, gert 4 sinnum, en þá er ég bara að gera þetta aftur og snúa því við, og svo þetta og svo þetta, þannig ég læt þetta í raun duga. Og ef við skoðum þættina hér, þá eru það 1, 2, 3, 4, 6 og 12. Skulum skoða 60. Þá gerum við einu sinni 60, 2 sinnum 30, 3 sinnum 20, 4 sinnum 15, 5 sinnum 12, 6 sinnum 10. Þið sjáum við erum með allar töluna frá 1 og upp í 6. En eftir það, þá náum við ekki að gera neitt meira því að þá förum við að gera 10 sinnum 12 sinnum og byrja í raun upp á nýtt. 169, þar gengur ekki 2, við gerum einu sinni 169, 2 gengur ekki, 3 gengur ekki, 4 gengur ekki, ekki 5, ekki 6, ekki 7, ekki 8, ekki 9, ekki 10, ekki 11, ekki 12, en 13 gengur og það er 13, sem 13 sinni 13 er 169. Og þá sé ég fyrst að ég er komin með sömu tölu, þá þarf ég ekki að leita lengra því það væri ég búin að finna töluna áður. Siggi á 30 legukalla, hvað getur hann skipt þeim upp í marga jafn stóra hópa? Hann getur skipt þeim upp í 30 hópa og þá er 1 í hóp eða 15 hópa, þá eru 2 í hóp, 10 hópa, þá eru 3 í hóp. Hann getur skipt þeim upp í 6 hópa og þá eru 5 í hóp. Svo getum við farið í þetta öfugt. Og af því þetta er svona orðadæmi þá þurfum við eiginlega að gera það. Því þá þurfum við að klára og þá gerum við 5 hópa og þá eru 6 í hóp. Síðan þurfum við að gera 3 hópa, þá eru 10 í hóp. 15 hópa og þá eru 2, nei, ég var búin að gera það, ég ætlaði að gera 2 hópa og þá eru það 15 í hóp. 1 hópur er eiginlega ekki því að það er bara 30, en þetta er í raun allir möguleikarnir.